Landlæknir hvetur heilbrigðisstofnanir til að undirbúa sig vel fyrir hátíðirnar vegna bráðra öndunarfærasýkinga sem herja á landsmenn. Heilsugæslan hefur aldrei fengið til sín fleiri erindi en nú. Aðgerðir á húsnæðismarkaði og styrking meðferðarúrræða verða meðal fyrstu mála ríkisstjórnarinnar á nýju ári. Ráðherrar stjórnarflokkanna mættu á sinn fyrsta ríkisstjórnarfund í morgun. Grænlendingum líst illa á hugmyndir verðandi Bandaríkjaforseta að kaupa landið. Formaður landsstjórnarinnar segir að Grænland sé ekki til sölu. Miklar truflanir urðu á innanlandsflugi í óveðrinu sem gekk yfir landið í morgun. Von er á öðrum hvelli síðar í kvöld með hvassviðri og éljagangi. Kæst skata var víða á borðum landsmanna í dag líkt og hefð er fyrir á Þorláksmessu. 200 gestir mættu í hina árlegu skötuveislu hestamannafélagsins Spretts í Kópavogi. Gott kvöld. Heilbrigðisstofnanir þurfa að búa sig undir þunga stöðu hátíðarnar vegna bráðra öndunarfærasýkinga sem herja á landsmenn að sögn landlæknis. Mikið veikindi í samfélaginu og heilsugæslan hefur aldrei fengið fleiri erindi á sitt borð. Veruleg aukning hefur orðið í árlegum inflúensu og RS-veirusýkingum á undanförnum vikum sem valdið hafa miklu álagi í heilbrigðisþjónustu. Tilfellum RS-veiru hefur fjölgað sérstaklega en hún getur lagst mjög þungt á ung börn og aldraða. Þá eru 3 stofnar inflúensu í dreifingu. Símanúmerið 1700 og netspjall heilsuveiru hafa ekki farið varhluta af ástandinu. Sérstaklega í síðustu viku þá toppum við okkur. Það sem sagt gríðarlegur fjöldi af erindi sem kom inn til okkar og á einum degi þá vorum við að taka 2000 erindi inn til okkar sem algjört hámark. Þannig það gríðarlegt álag. Staðan hér á landi svipuð og annar staðar í Evrópu og núna eru 30 manns inniliggjandi á Landspítala með RS-veirusýkingu, þar af 11 ungbörn. Ingibjörg segir að símtölin sem berist séu mikið til svipuð og fólk lýsi áþekkum einkennum. Hún býst ekki við að ástandið eigi eftir að batna yfir jólin. Þau verða alveg klárlega þung og við sjáum það alveg. En við erum alveg vel mönnuð hér á vaktinni og tökum bara einn dag í einu og vinnum þetta þannig og vinnum þetta sem ein heild. Landlæknir sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem segir að búast megi við fleiri inflúensu og RS-smitum næstu vikurnar. Þar af leiðandi þurfið að skerpa á sýkingarvörnum á heilbrigðisstofnunum og þær beðnar að undirbúa sig fyrir aukið álag á bráðamóttöku og gjörgæslu. Ráðleggingar Ingibjargar og meðan þetta gengur yfir eru: Fólk þarf að sýna svo ofboðslega miklu þolinmæði. Þetta tekur tíma að ganga yfir. Ráðherrar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins mættu á sinn fyrsta ríkisstjórnarfund í morgun. Forsætisráðherra segir styrkingu meðferðarúrræða og aðgerðir á húsnæðismarkaði meðal fyrstu mála ríkisstjórnarinnar á nýju ári. Jólagjöfin mín í ár, ekki metin til fjár. Ég heldur endur hún sé það. Það var góður andi við ríkisstjórnarborðið við upphaf fundarins í morgun. Ráðherrarnir ræddu meðal annars stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, stöðu mála og forgangsröðun verkefna á komandi vikum. Það er lagt mikið upp úr því að við stígum strax ákveðin skref á nýju ári. Það eru ákveðna breytingar sem hægt að gera hérna sem eru kostnaðarlitlar eða kostnaðarlausar og við leggjum áherslu á. En svo verður líka ákveðin forgangsmál strax í upphafi árs og mögulega komum við með stærri þingmál í byrjun febrúarmánaðar. Eitt af fyrstu verkefnum ríkisstjórnarinnar verði að nýta þá fjármuni sem sparast með fækkun ráðuneyta til að styrkja meðferðarúrræði. Þá eru frekari aðgerðir boðaðar á næstu vikum. Við höfum talað aðgerðir á húsnæðismarkaði sem felast kannski í skipulagsbreytingum, breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði, einingarhús og breyting á skammtímaleigu og þess háttar. Þannig að það er margt sem hægt að gera strax á nýju ári sem við lökum til að sjá. Það er gott að finna að þetta er samhendlið sem er mjög einbeitt og fókusirað á verkefnin og þess vegna áttu við þessi fínu samtöl á þessu fyrsta ríkisstjórnarfundi. Bara finnum það að þessi stálstrengur sem hefur tengt okkur saman, þessar 3 forystukonur flokkana, hann er náttúrulega bara út alla ríkisstjórnina, þannig að þetta verður ein samstíga, brosmild og bjartsýn verkstjórn sem við erum að fá. Grænlenskur þingmaður segir virðingarleysi felast í orðum Donalds Trump eignarhald á Grænlandi. Forsetinn verðandi ítrekaði þá skoðun sína í gær að í þágu þjóðaröryggis þyrftu Bandaríkin að eignast landið. Grænland okkar, við erum ekki til sölu og verðum það aldrei,
sagði Mutebi Egede, formaður landstjórnar Grænlands, eftir færslu Trumps á samfélagsmiðlunum Truth Social í gær. Þar sagði verðandi forseti Bandaríkjanna að í þágu þjóðaröryggis og frelsis allan heim væri nauðsynlegt að Bandaríkin myndu eiga og ráða yfir Grænlandi. Tilefni færslunar var að kynna næsta sendiherra Bandaríkjanna í Danmörku. Jeg tænker, det er jo det dummeste, han kan sige igen. Ja, der er et eller andet galt med den mand. Er det stadig kolonimagten? Det er første tanke. Hvis tænker jeg også, hold da op. Vi må have noget at skulle have sige, altså ministerne, og vi er jo i hvert fald selvstændige nu i Grønland. Så Grønland har udvidet selvstyre. Der er en lang række områder, som vi har et ansvar for. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at man respekterer hinanden, hvis det er, at man ønsker et samarbejde. Og der synes jeg ikke, at den her måde at fremføre det på har været særlig respektfuld. Trump viðraði sömu hugmyndir 2019 og fékk þá svipuð viðbrögð og nú frá ráðamönnum á Grænlandi og í Danmörku. Það var til þess að hann hætti við opinbera heimsókn til Danmörkur. En varasamt ferðaveður á öllu landinu þó sérstaklega vestanlands. Vegagerðin hefur brýnt fyrir fólki að kanna akstursskilyrði vega vel áður en haldið í ferðalög og á meðan á þeim stendur. Flugvél Play sem var að koma frá Kanaríeyjum þurfti að lenda á Egilsstöðum vegna óveðursins í morgun og þá var öllu innanlandsflugi hjá Icelandair aflýst í dag nema einu flugi til og frá Egilsstöðum. Óli Þór, veðurfræðingur, það von á öðrum hvelli í kvöld. Já, þó kannski ekki alveg á sama stað, hann verður fyrir norðan, það verður mjög hvasst og mjög hvassir strengir við fjöll þar. Þannig að við sleppum aðeins betur hérna á vestanverðurlandinu. Hins vegar bætir aðeins í úrkomu fyrirpartin á morgun hérna á Vesturlandi, sérstaklega svona mest slitta, mögulega snjókoma samt. Og svo svona yfir hádaginn þetta allt í lagi, en annað kvöld hins vegar þá snar vestnara hérna á vestanverðurlandinu. Þannig það eiginlega suðvestan hvassviðri eða stormur og með dimmum éljum og appelsínugula viðvaranir vestanverðurlandið og færa síðan smá saman yfir í gular á jóladag en þó ekki fyrir síðdegis á jóladag. Þannig að það lítur ekki sérstaklega fallega út fyrir jólaveður. Nei, einmitt það. En hvar verður þetta verst svona næstu daga? Eiginlega má segja að veðri verði verst hérna á Suðurlandi, Faxaflóasvæðinu og á Breiðafirði. Hins vegar fá Vestfirði, Suðausturland og Strandir og Norðurland vestra alveg sinn skammt af því. Á meðan að Norðurland eystra, Austfirðir og Austurland sleppa sínu langbest eiginlega frá því að það verður lítil úrkoma þeir fá vindin hins vegar að ekki. Og þetta svo að ganga niður eftir jóladag? Já, það dregur úr því. Þannig að annan í jólum orðið svona alveg sæmilegt við. Það er alls ekkert sérstaklega gott en það verður mun betra og það hlýnar örlítið þannig að það verður líklega rigning þá alveg síðst en það verður mun hægari vindur þannig að það skánar en eins og það verður ekkert sérstaklega gott. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Óli Þór. Hanna Katrín Friðriksson, nýskipaður atvinnuvegaráðherra, segir komandi greina að endurskoða lög hvalveiðar á komandi kjörtímabili. Bjarni Benediktsson, þáverandi forsætis- og matvælaráðherra, gaf í byrjun desembermánaðar út leyfi til hvalveiða til næstu 5 ára. Ákvörðun Bjarna hefur verið gagnrýnd en Hanna Katrín telur hins vegar að hún hafi verið í samræmi við lög. Það verður ekki forgangsverkefni að fara ofan í sauman á því. Þessi ákvörðun fyrirverandi ráðherra er tekin samkvæmt lögum. Það liggur fyrir. Þetta liggur líka fyrir að þetta er mikið hitamál og inn í núgildandi lögum sem eru komin til ára sinna þar vantar ákveðin mikilvæga atriði sem varða til dæmis dýraverndar þáttin. Þannig að ég get bara svarað þessu þannig. Þetta er eitt af því sem er til skoðunar en þessi ákvörðun var tekin samkvæmt núgildandi lögum. Norski hjálpræðisherinn hefur biðlað til stjórnvalda að hækka bætur. Sífellt fleiri eiga erfitt með að ná endum saman og biðraðir í mataraðstoð fyrir jólin hafa lengst frá því í fyrra. Hjálpræðisherinn undirbýr aðstoð fyrir þá norðmenn sem þurfa fjárhagsaðstoð til að halda jól og þeim fer fjölgandi. Fattigdommen har bitt seg fast hos mange. De hadde dårlig råd før dyrtid og så har det blitt bare verre og verre. Margir sem leita til hjálpræðishersins eru þegar á bótum. Þegar allt hefur hækkað meira en áður hrökkva bæturnar ennþá skemmra en þær gerðu. De er alvorlige, og vi vet at det er rundt 100 000 barn i Norge som lever i familier med vedvarende lav inntekt, eller fattigdom om du vil. Þá eiga eldri borgarar líka erfitt fjárhagslega víða og slíkt getur aukið á einmannaleika þar sem þeir hafa ekki efni á félagsstarfi. Livsoppholdssatsene er uforsvarlig lave, og det ser vi. Køene våre øker, mange flere trenger hjelp. Så oppfordringen er jo at sosialhjelpssatsen må økes. Tenkte aldri at jeg skulle bli en person som trengte hjelp på denne måten. Så
For meg har det vært en lang vei å gå faktisk, og gå inn døren. Félagsmálaráðherra Noregs segir til skoðunar hvar þörfin sé mest á að hækka bætur. I tillegg til at vi jo har økt satsene I noen omganger allerede. Og så det viktig å si at den som kommer til Nav og ber om sosialhjelp, den skal få sitt individuelle behov vurdert. En þau sem ná ekki endum saman eru illa stödd án hjálparstofnana. Jeg vet ikke om jeg hadde overlevd rett og slett, fordi ja, det betyr så mye. Tölvunarfræði nemar á Akureyri hafa síðustu vikur unnið að kappi við að búa til tölvuleiki frá grunni. Fjölbreytnin mikil og nemendur sækja innblástur í draugagang, eldgos og dundrandi raftónlist. Á dögunum hittust 3. árs nemar í tölvunarfræði við Háskólann á Akureyri eftir 3 vikna vinnutörn og buðu hverjum sem vildi að koma og prófa nýtilbúna tölvuleiki. Fyrst fær maður bara einhverja hugmynd og maður veit ekkert í raun hvað maður ætlar að gera nákvæmlega með þessa hugmynd. Síðan prófar maður sig bara áfram. Þú veist, prófar að forrita bara einhverja virkni, sjá hvernig það svona spilast. Hugmynd hópsins sem við hittum var að gera leik þar sem aðalpersonan væri á flótta, en undan hverju, jú, auðvitað undan flæðandi hrauni. Tölvuvísindin hafa vaxið gríðarlega síðustu áratugi og áhugi á tölvunarfræði svo mikill að nú hægt að læra greinina á Norðurlandi og jafnframt á Austurlandi í samstarfi við Austurbrú og Háskólann í Reykjavík. Nemarnir á Akureyri segja það mikla bót að þurfa ekki að flytja til borgarinnar til að komast í staðnám. Já, ég hef farið suður í þetta, alveg báttið. Þú veist, maður gat ekki verið með staðnám hér, það munar öllu. Það ekki á allra færi að rigga upp tölvuleik á 3 vikum, en nemendurnir virðast þó nokkuð ánægðir með niðurstöðuna. En já, það voru samt hluti sem ég hefði viljað bætt við, sko, en í bili fyrir 2 vikur ánægður, sko. Friðargangan var farin í miðborginni og víðar land í dag. Friðarhreyfingar hérlendis hafa staðið fyrir göngu niður Laugaveginn og Þorláksmessu síðan 1980. Það gert til að krefjast friðsamlegra lausna deilumála og afvopnunar. Í tilkynningu segir að gangan í ár sé farin í skugga ófriðarskýja allan heim. Blóðugar styrjaldir séu háðar með hörmulegum afleiðingum fyrir almenning og því hafi sjaldan verið brýnna að ganga fyrir friði. Þegar Trölli stal jólunum á sínum tíma sá hann á endanum að sér og skilaði þeim tilbaka. Hann hefur verið góðhjartaður síðan og síðast sást til hans tryggja öryggi skólabarna í Flórída. We have everybody behaving for the moment. Very good, very good. In the Christmas spirit. Trölli genginn til liðs við fógetan í Monroe sýslu í Flórída og gætir þess að ökumenn keyri ekki of hratt nærri skólalóðum. Þarna kemur einn sem fór aðeins of geyst en Trölli miskunnsamur. But because it's the holiday season, we're going to give you a choice between a citation or an onion. Now I know you want to think about it, but make a wise choice. The citations are a little expensive. Trölli segist bara vera að reyna að vekja fólk til umhugsunar. Gleði og kærleikur nái mögulega frekar til fólks en valdbeiting og sektir. That's for you. And we want you to slow down. This whole thing is about educating people. Tickets are expensive. But who would turn down an onion that you could use for deodorant? You can eat it. You can play with it. An onion's perfect. Kest skata á Þorláksmessu lífgar upp á sálarlífið, segja í það minnsta gestir í árlegri skuttuveislu hestamannafélagsins Spretts. Matreiðslumaðurinn reiddi sig á hjálparkokka til að elda skutuna eftir öllum kúnstarinnar reglum. Já, hér eru tæplega 200 manns samankomir hjá hestamannafélaginu Spretti í Kópavoginum og ef að lyktin eitthvað að dæma þá þessi skata herramannsmatur. Nú, þú ert búin að smakka, hvernig líst þér á? Mér finnst það bara mjög gott. Ertu vanur skötu, missir ekki af þessu eða? Þetta bara úr hluta lífinu, held ég, að mæti svona. Þetta alveg líkar upp á sálarlífið, sko. Það svo langt síðan ég útskrifaðist. Ég held ég hafi ekki elda skötu síðan 1991, held ég. Þá var ég að læra hérna á Naustinu sem var aðal skötustæðurinn.
En það er komin tími til. Já, ég er að reyfa upp gamla takta, sko. Ertu búin að fá góð ráð hjá þér reynslu meira fólki hérna, heldur? Og þeir eru bara að bjarga mér, sko, alveg. Þeir eru alveg með þetta. Og hvað er triksið þegar maður er að elda skötu? Passa sig að sjóðana bara rétt. Ekki of mikið, ekki of lítið. Þannig að hún verður bara að drulla, segja þér, ef hann er of mikið soðinn. Er þetta hreinsallar ennisonur hjá þér? Já, ég var með smá kvef í morgun, en ég held að það sé bara horfið. En hvernig líst þér á þetta? Við þurfum ekki bara að fá okkur bita? Jú, ég manna þig. Já. Takk fyrir. Hinn árlega skötufrétt. Kastljósið fyrir jólafötin í kvöld og sendur út frá miðbæ Reykjavíkur. Og mér skilst að það verði gestir, gleði og gaman. Er ekki svo, Guðrún Sóley? Jú, svo sannarlega. Reyndar fuku nokkrir gesta okkar, en ég hef fulla trú á því að þeir skili sér aftur fyrir þáttinn. Við verðum í beinni hérna á miðbæ Reykjavíkur og frá Akureyri líka og ætlum gjörsamlega jóla yfir okkur. Við ætlum að synda í jólabóka á flóðinu, kynnast jólasýningum leikhúsanna og skreyta jólatré. Ég ætla meðal annars að ræða við Berg Ebba, Önnu Svövu og nafnana Gísla Örn og Þorleif Örn. Ég kom með alveg sérstakann jólagest, nefnilega þjóðargersemina Kjalar, sem við þekkjum bæði úr söngvakeppninni og ædoli. Gleðilega Þorláksmessu, Kjalar. Gleðilega Þorláksmessu. Ertu mikill skötukall? Ég get ekki sagt það, en ég bara hef ekki borðað hana nóg, þannig að hver veit. Sjáum hvað setur. Þú ert annars búsettur utanlands, hvað ert að bralla? Já, ég bý núna í Berlín, flutti fyrir 3 mánuðum og er að stunda jazz-söngnám þar. Viðeigandi og við fáum smá brot af því sem þú lært þar og auðvitað öllum þínum grunni. Þú ætlar að taka fyrir okkur svolítið raunsætt jólalag. Já, ég hugsaði mig þegar ég var að velja lag og það eru erfið tímar í mörgum hornum heimsins og mér langaði að velja eitthvað sem snýst það að þótt að sé erfitt þá getum við alltaf lyft okkur eins upp jólin. Tónlist er mjög góð í því og þannig að ég valdi lagið Það snjóar. Fáum að heyra þessa tóna, ég segi bara gleðileg jól. Fröhliche Weihnachten. Já, frohe Weihnachten. Gjör það svo vel, Kjalar. Og við höldum okkur á jólalegum nótum. Jólasveinarnir Hurðaskellur og Giljagaur segja miklu skemmtilegra að renna sér til byggð á brettum en að nota gömlu sleðana. Þeir léku listir sína á Eyjafirðinum nýlega og gáfu góðum börnum mandarínur. Hafið þið séð hann stekkjastur, strákreið hann mest í gaur, en hann svo mikið rekkisvín að hann ætti bara að skamma sín. Jólasveinar hjúna við jólasveinn, við snúin af jólasveinn. Þetta bretti hérna er svona þá, svona breytt, svona þykkt. Svo fann hann þetta á einhverju hug? Ekki segja frá því. Þið eru búin að koma hérna á sjóleiðina nokkru sinnum, er það ekki? Jú, það er svo gaman að hitta krakkana. Við elskum að hitta krakkana. Heyru hérna hlæja á okkur og... Leiðin okkar er búin að vera fastu síðustu 5 ár, sko. Þannig að við erum bara þurft að koma á brekkan. Í skóginum tók við einn, sat í gluggan jólasveinn. Þá kom líkið héraskinn, svo vildi komast inn. Jólasveinn, ég treyst á þig, veiði maður skýtur mig. Komdu litla héraskinn, ég er vinur þinn. Glitský sáust víða yfir Austurlandi í dag eins og sjá má á þessum myndum sem Hjalti Stefánsson tók á Egilsstöðum. Glitský myndast í 15 til 30 km hæð þegar óvenju kalt er í heiðhvolfinu. Þau sjást helst miðjan vetur við sólarlag eða sólaruppkomu. Skýin endurvarpa sólarljósi og lýsa upp himinin þótt rökkvað sé eða jafnvel aldimmt við jörð.
Þá ætlum við að sjá hvað ber hæst í íþróttum en Almar Ormarsson sér þær í kvöld. Samtök íþróttafréttamanna birtu í morgun nöfn þeirra sem eru í efstu sætunum í kjöri á íþróttamanni ársins 2024. Einungis einn þeirra hefur unnið verðlaunin áður. Mikil spenna á toppi ítölsku úrvalsdeildar karla í fótbolta. Atalanta stefnir að því að vinna fyrsta Ítalíumeistaratitilinn í sögu félagsins. Og óvænt úrslit urðu á heimsmeistaramótinu í pílukasti í gærkvöldi. Íþróttir eftir andartak. Og þá ekkert eftir nema að rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Landlæknir hvetur heilbrigðisstofnanir til að undirbúa sig vel fyrir hátíðarnar vegna bráðra öndunarfarasýkinga sem herja á landsmenn. Heilsugæslan hefur aldrei fengið til sín fleiri erindi en nú. Aðgerðir á húsnæðismarkaði og styrking meðferðarúrræða verða meðal fyrstu mála ríkisstjórnarinnar á nýju ári. Ráðherrar stjórnarflokkana mættu á sinn fyrsta ríkisstjórnarfund í morgun. Grænlendingum líst illa á hugmyndir verðandi Bandaríkjaforseta að kaupa landið. Formaður landsstjórnarinnar segir að Grænland sé ekki til sölu. Miklar truflanir urðu á innanlandsflugi í óveðrinu sem gekk yfir landið í morgun. Von á öðrum hvelli síðar í kvöld með hvassviðri og éljagangi. Kestskata var víða á borðum landsmanna í dag líkt og hefðir fyrir á Þorláksmessu. 200 gestir mættu í hina árlegu skötuveislu hestamannafélagsins Spretts í Kópavogi. Það verða engar 10 fréttir í sjónvarpi í kvöld en þá verða hins vegar fréttir í útvarpi. Næsti sjónvarpsfréttatími verður klukkan 1 á morgun aðfangadag en á RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Með flautur úr tré og fiðlur í sekk, að bifur í bæ og bebir í bekk. Veröld sem var, sérstakur hátíðaþáttur í tilefni jóla, þar sem Bergson og Blöndal fara í minningaferðalag aftur til 7., 7. og 8. áratugar síðustu aldar. Stórsveit Reykjavíkur kemur í heimsókn og góðir gestir stíga á svið með sveitinni. Það barnanna besta stund. Jól í Norðurljósum, upptaka frá jólatónleikum í Norðurljósasal Hörpu. Ellen Kristjánsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir, Kristjana Stefánsdóttir og Ragnheiður Gröndal flytja öll sín uppáhalds jólalög. Love Actually, ástin grípur alla. Breski jólamynd frá 2003. Fylgst með nokkrum Lundunarbúum í aðdraganda jóla. Sögur þeirra tengjast á mismunandi vegu og